Hello? Oh, there we go. Komið, glæsilegt. Welcome back Velkomin aftur. so that we can try and finish soon. Hefur við ekki bara að halda áfram svo við getum svo lokið þessu sem fyrst. I'm going to teach you some things for helping you balance your children's emotions. Nú ætla ég að hjálpa ykkur að kenna ykkur ýmisatriði til að svo þið getið nýtt ykkur að hjálpa börnunum ykkar að stjórna tilfinningunum sínum. And probably yours as well. Og líklegast munu þið læra líka að stjórna ykkar tilfinningunum í gegnum þennan fyrirlestur. So as we learnt this morning, when Paul was in jail, he was still able to be full of joy. Munið í morgun þá vorum við að tala það þegar Páll var í fangelsi en gat þó verið glaður. And some of his ideas to help him stay positive were praise God, Sumar af þeim atriðum sem hann nýtti sér til að vera glaður var að lofa Guð, and be filled with joy at his love, vera uppfylltur af gleði út af kærleika hans, pray and give your worries to God, let him take care of them. biðja og where were you? Give your worries to God. Gefa Guði allar áhyggjur ykkar og leyfa honum að hugsa ykkur. And fill your mind with peace through focusing on nature and wonder that God has made. Fylla huga ykkar af frið með því að undrast yfir fegur drottins í náttúrunni, Be kind and gentle to others vera góð við aðra and focus on positive things. og einblína á hið jákvæða. So emotions are our body's natural responses to what's happening around us. Tilfinningar eru þessar eðlilegu viðbrögð líkamanns við því sem í gangi í kringum okkur. So if you cut your finger, you'll hurt, you go ouch, and you'll be distressed. Þið kannski skerið ykkur í puttan, segið á og fáið yfir ykkur streitu. If a lion chases you, you'll be afraid, Ef að ljón allt ykkur, þá verðið þið hrætt and it will help you to run. og þessi hræðsla mun hjálpa ykkur til að hlaupa. So God created us to experience positive emotions all the time. Guð skapaði okkur til að vera með jákvæðar tilfinningar alltaf. Every positive emotion is an emotion of Eden, of heaven. Þannig að jákvæðar tilfinningar koma frá Eden, frá himni. But because we live in a broken world, God had to give us some other emotions to help us. En að því að við erum í ófullkomnum heimi, þá þurfti Guð líka að gefa okkur hinar tilfinningarnar. So our emotions are not good or bad. They're just information to our body. So do not judge people for their emotions. Tilfinningar eru bara upplýsingar hvernig líkamannum líður, þannig að við megum ekki dæma fólk út frá tilfinningunum. But what we learned from Paul is, Það sem við lærðum af Páli var, even if we're in a difficult situation, þó við séum í erfiðum aðstæðum, even if we're struggling, þó svo við séum berjast í bökkum, we can actually choose to experience a positive emotion that will help us. þá getum við valið það að hafa jákvæðar tilfinningar sem munu hjálpa okkur. Like joy or gratitude. Gleði og þakklæti til dæmis. So, emotions are not shameful. Við þurfum ekki að skammast okkar fyrir tilfinningarnar. Jesus experienced a range of what we would call negative and positive emotions. Jesús upplifði eitthvað sem við myndum kalla neikvæðar og líka jákvæðar tilfinningar. So, a negative emotion drains you, like draining your bank account into negative. Þannig að neikvæðar tilfinningar draga úr okkur alla orku eins og við myndum taka allt út af bankareikning. And positive emotions will fill you up again. Og jákvæðar tilfinningar fylla svo aftur á tankin. Like filling up your emotional bank account. Þannig að það sé eins og vera að fylla á bankareikningin. But we talk about emotional balance. Ef við tölum tilfinningalegt jafnvægi, because toxic positivity says like be happy like all the time. nú það ekki jákvætt að vera að segja vertu alltaf ánægður. But this acknowledges we live in a broken world that's up and down. Af því við búum í heimi sem upp og niður. And life has its ups and downs. Lífið upp og niður. And if you have too many negative emotions, it will drag your boat down into the water. Og ef þið með of mikið neikvæðum tilfinningum þá mun báturinn fara alveg niður á botn.
But the positive emotions are like the wind in the sails that help it to ride over the waves. En jákvæðu tilfinningarna eru þær til þess að hjálpa bátnum yfir öldurnar og vindurinn í seglunum til þess að koma honum áfram. And positive emotions are important because when we are feeling, Þær eru mikilvægar þessar jákvæðu tilfinningarnar. when we feel happy and safe, we are much more able to think creatively and broadly. Þegar okkur finnst við vera glöð og örugg þá eigum við miklu auðveldara með að hugsa á svona skapandi hátt. Positive emotions help us recover from stress when we've had a bad day. Hjálpar okkur, þessar jákvæðu tilfinningar hjálpa okkur að undan streitu ef við lentum í einhverjum erfiðleikum yfir daginn. They help us to be more resilient because when we can access them, we can face challenges better. Og þetta hjálpar okkur að vera, hafa seiglu því að það hjálpar okkur að horfast í augu við erfiðleikana. And they help us to be loving and lovable people. Þær hjálpa okkur að vera kærleiksrík við annað fólk. And we can help children like us choose positive emotions to help them when they're distressed. Og við getum líka kennt börnunum að velja jákvæðu tilfinningarnar til þess að komast yfir erfiðleika. The researchers found that most people have a 2-to-1 ratio of positive to negative emotions. Flestir eru með 2:1 varðandi jákvæðar og neikvæðar tilfinningar. And I thought this was good, right? Og mér fannst þetta bara mjög jákvætt. Because, twice as many positive as negative, that sounds fairly healthy. 2:1, það hljóma bara mjög heilbrigt. But they found that the research of positive to negative emotions needs to be at least 3-to-1 for a healthy base level. En þegar var verið að rannsaka tilfinningalega heilsu, þá uppgötvaðist að maður þarf að hafa 3:1. And if you have 4-to-1 or 5-to-1, then you begin to flourish. En þegar maður fer að hafa 4:1 eða 5:1, þá maður farin að blómstra. But if you get too high, you probably lost contact with reality and you might need some help with that. En ef maður hefur fleiri en það, þá maður búin að missa tengsl við raunveruleikann og þá þarf maður kannski að fá hjálp við það. So some of our draining emotions are a natural response to loss. If we lose something, we're sad. Þannig að þessar neikvæðu tilfinningar geta verið heilbrigðar. And that helps us to grieve, and that's healthy. Og þegar við erum sorgmætt og þetta hjálpar okkur að fara gegnum sorgina sem heilbrigt. But some negative emotions can overwhelm children because they don't know how to handle them and they can get confused. Sumar neikvæðar tilfinningar geta verið svo yfirþyrmandi fyrir börn og bæði sársauki og að vera illa áttaður getur leitt til slæmrar hegðunar. And when children are experiencing a lot of complicated emotions, it's very hard for them to behave well. Og þegar svona mikið af neikvæðum tilfinningum að koma, þá erfitt að hjálpa þeim til að vera þæg eða hegða sér vel. So that the happier children are, then the easier it is for them to behave well, the happier and more love they feel. Því mun glaðari sem þau eru, því mun auðveldara að fá þau til þess að gera það sem réttir. And one of the challenges we have is that maybe children are struggling with their emotions. Vandamálið ofta að börn að berjast við þessar tilfinningar. And it's much harder for them to do things well when they're struggling. Og það svo erfitt fyrir þau að gera hlutina rétt ef þau að berjast í bökkum. And then they make a mistake or misbehave. Og svo gera þau einhver mistök eða haga sér illa. And then we discipline them. Og svo veitum við þeim aga. And they feel even worse. Og þá líður það ennþá verr. And it's even harder to behave well, Og so they can get stuck. Og þá ennþá verra að haga sér vel og þá festast þau þar. And a lot of children's what we call challenging or troubling behavior comes because they are overwhelmed with emotions they can't handle. Slæm hegðun hjá börnum kemur oft vegna þess að þau get ekki höndlað slæmu tilfinningarnar sínar. So we're going to look at 10 of the most common negative emotions. Skulum fara yfir 10 algengustu neikvæðu tilfinningarnar. I'm going to go through these quickly because I want to focus on the positive ones. Ég ætla að fara að gera það hratt vegna þess að ég vil einblína á það jákvæða. So I've written things on the screen about how to help children manage these emotions. Og ég skrifaði þetta til þess að hjálpa börnum að geta einhvern veginn höndlað þessar tilfinningar. And if you want copies of anything I've done today, let me know. I think I've got
my email somewhere. Ef þið viljið fá eitthvað af þessum glærum, þá látið mig bara I don't vita. know where it's gone. Anyway, and I'm happily send you the. Og ég get sendt Slides. ykkur glærurnar. So anger is feeling displeasure, hostility, or antagonism towards someone or something. Þannig reiði, það að vera óánægður, vera óvinveittur gegn einhverjum eða einhverju. It tends to be what we call a secondary emotion, that a child has another emotion first and then Þetta er- goes to anger. Þetta eins og tilfinningin sem kemur á eftir annar tilfinningu. Þetta tilfinning nr. 2. So if you can find out what triggered the anger, it's often easier to deal with the source of the anger, like fear or sadness. Þannig að til að finna út okkur eru reiðar, oft gott að finna út hvað var að valda til að byrja með reiðinni, annarkvort ótti eða sorg. Contempt is one of the most unhealthy emotions for humans to feel. Contempt, when you look down on someone and feel you are superior. Já, það til dæmis að fyrirlíta eitt af þessum verstu tilfinningur sem maður getur haft og hefur niðurdrepandi áhrif. Disgust is feeling of being revolted by something that smells or tastes or is disgusting, horrible. Finnast eitthvað ógeðslegt, eitthvað sem að jável eitthvað hljóð eða tilfinning eða augnatillit, bragð eða lykt. It stops us eating things that would be bad for us. Þetta kemur í veg fyrir að við séum að borða eitthvað sem óhollt fyrir okkur. Embarrassment is when you've done something wrong and it's made public and you feel just horrified. Að vera að maður hafi orðið fyrir einhvers konar niðurlægingu eða vera And children need að skammast sín fyrir eitthvað. if a child is embarrassed, comfort and support them. Don't add to their shame. Help them to help to protect them. Barnið verður fyrir niðurlægingu, hjálpa þeim að vera ekki að finna þá tilfinningu. Because it's really difficult for them to manage when they've been publicly embarrassed or shamed. Ef þau hafa orðið fyrir svona opinberri niðurlægingu, þá mikilvægt að bæta ekki ofan á það. Help children with their fears. Don't force them to face them if they don't want to. Hjálpaðu börnum með hræðsluna og ekki þvinga þau endilega til þess að yfirstíga hana. Ask what you can do to help them feel safe. Spurðu hvað þú getur gert til þess að þeim líði eins og þessu örugg. Frustration is when the child wants to do something but they can't, something's blocking them. Ég veit ekki eins og hvernig að segja þetta í íslensku. And then you need to help the child to calm down and make a clear plan. Já, vera pirraður, það þegar að maður einhvern veginn pirraður So að that því maybe að maður ekki að ganga eins vel að ljúka því sem maður ætlaði að ljúka. they're trying to do Lego but they can't make it Já, work. að reyna að kuppa Lego og þau ekki að ná því og þá verða þau svona pirruð. And then there's guilt when children feel really bad, they've done something wrong. Og sektin þegar að barnið hefur gert eitthvað sem veit að það gerði rátt. It's quite frightening because they might feel like we're going to reject them forever for what they've done. Þetta veldur þeim hræðslu því þau halda þau séu að eilífu höfnuð And they can panic and get very frightened. og þá verða þau hrætt. So help them to put things right in their own way and to apologize. Hjálpaðu barninu að bara leysa úr þessu og gera það sem er réttir. If they're sad, comfort them. Og ef þau eru sorgmædd þá þarf að hugga þau. We now know that when little boys cry, they often don't get comforted as much as little girls, but they need to be comforted. Það hefur verið tekið eftir því að þegar að drengir eru leiðir þá fá þeir ekki eins mikla huggun eins og stúlkurnar. Because if we don't comfort little boys when they cry, Ef við huggum þá ekki þegar þeir eru að gráta they struggle to experience empathy for others when they're older and they're more likely to be violent. og þá finna þeir heldur ekki til samkenndar með öðrum þegar þeir vera fullorðnir og eiga jafnvel það til að vera ofbeldissneiðir. We now know this because we can see what's happening in the brain. Við vitum þetta þegar við sjáum hvað er að gerast í heilanum. So they need to be comforted and their tears are okay. Og það þarf að hugga þá líka og tárin, og það allt í lagi að komi tár. So shame, when people shame children, and the children may have done nothing wrong, but someone says something shameful Og það about að them. láta fólk skamma sín Maybe on social media, og einhver kannski látið þau finna fyrir skömm til dæmis á félagsmiðlunum. they need to hear from us all the good things about them to help rebalance that shame. Þá þurfa þau að heyra alltaf góða og jákvæða hvað þau varðar svo að þau finna ekki fyrir þessu.
And then there's stress. Og svo það streitan. And, help children to find out when their stress points are and help them to manage them better. Finna út hvar þau verða stressuð og hjálpa þeim að vinna úr því. And recognize that if your face looks stern Og hjálpa þeim að ef þau sjá að andlitið hjá ykkur reitt or doesn't look happy, eða þið ekki ánægð and if your voice is raised, og ef að þið eru búin að hækka röddina, children will interpret that they will be very stressed by that. þá verða þau fyrir streitu. They struggle if they don't see joy in our face. Þegar þau berjast í bökkum ef þau sjá ekki gleði í andlitin okkar. So, fortunately, there are 10 most common happy, joyful emotions. Já, það líka til 10 algengustu ánægjutilfinningarnar. And these are the emotions we were created to experience. Og við vorum sköpuð til þess að upplifa þessar tilfinningar. Even fun and laughter. We were made for laughter. God made animals that are funny to amuse us. Við vorum sköpuð fyrir hlátur og gleði. Guð skapaði dýrin sem mörg hver skemmtileg að líta á. And he gave us a sense of humor. Hann gaf okkur líka húmor. Sense of humor, laughter, funny. Já, ég segi húmor. So I'm going to describe these positive emotions and some ways you can do them with children. Og ég ætla að lýsa fyrir ykkur þessum jákvæða tilfinningunum og hvernig þau geta komið fram hjá börnunum. So amusement and fun is laughing with others but not at others. Nú það að hlæja ekki að öðrum heldur með öðrum. So it's fun to tell children a funny story, watch a funny animal video. Gaman að segja barninu fyndna sögu eða horfa á fyndið myndband af dýrum. Find out what makes them laugh and make them laugh when they need it. Finnið út úr því hvað þau lætur barni hlæja. Maybe Hlæja með þeim. when I was little, my parents used to tickle me to make me laugh. Foreldrar mínir áttu til að kitla mig til að fá mig til að hlæja þegar ég var lítil. So find a way you can have fun with your kids. When I put my children to bed when they were little, Þegar ég var að fara með börnum mín í háttinn þegar þau voru lítil, they could choose an animal, þá gátu þau valið dýr. and then I had to try and kiss them as if I was the animal. Þannig að ég átti að reyna að kissa þau eins og ég væri dýrið. Whatever animal they said. Alveg sama hvaða dýr það var. So that used to make them laugh. Það fannst þeim fyndið. Experience awe and wonder. Já, upplifa bara undur. And even with older kids who have phones, they take a picture of what fills you with wonder this week, and we'll look at them on Sabbath evening or something. Jafnvel börn sem eru með síma, biðja að taka mynd af ykkur sem lætur þau undrast og fara svo yfir myndirnar kannski á hvíldadeginum. Wonder is so good for us. Nú að undrast svo gott fyrir okkur. God made us to wonder. Guð lét okkur undrast. And even Harvard Business School says that you should have a moment of wonder before every business meeting. Og í Harvard skólanum sagt að við alltaf undrast áður en við komum saman á fund. Because people are kinder and more creative when they've been inspired. Þannig fólk miklu góðgjarnara og líka með meiri sköpunargleði. I was fortunate that my mum was a nature teacher, and so on Sabbath we would go for walks and we'd explore nature in amazing ways. Ég var svo heppin að mamma var náttúrufræðikennari og við fórum út í náttúruna með henni og hún var að sýna okkur undur náttúrunar. So you can find books of all the ways you can introduce children to nature and Þið bring them getið joy. fundið alls konar bækur sem að kynna börn fyrir náttúrunni. Again, gratitude is really important for our emotional well-being. Þakklæti líka mjög mikilvægt fyrir okkar velferð, andlegu velferð. So choose gratitude. Veljiði þakklætið. Help them to stop and name all the things they're thankful for. Hjálpið þeim að staldra við og nefna allt það sem þau eru þakklátt fyrir. Or something they're thankful for beginning with each letter of their name. Eða eitthvað sem að þau geta nefnt sem að notar stafinn, hvert stafi þeirra nafni. Or make a box and fill it with things that make them grateful. Búa til bækur sem að þau geti fyllt af alls konar sem þau eru þakklátt fyrir. And help them to have hope. Hjálpið þeim að hafa von. So hope is the belief that things can and will change and improve. Von það að hlutinni geti breyst og orðið betri.
And it's important that as families we always have something to look forward to. Það mikilvægt sem fjölskyldur að það sé alltaf eitthvað sem við getum hlakkað til. I think that's why God put Sabbath in every week, so there was something to look forward to every week. Excuse me? God gave us Sabbath, something Já. to look forward to every week. Guð gaf okkur hvíldardaginn sem að hjálpar okkur að hlakka til einhvers í hverju viku. So how can you make Sabbath something your children, your teenagers really look forward to? Hvernig getið þið gert hvíldardaginn áhugaverðan fyrir börn og unglinga? Þannig að þau hlakki til að koma. Inspiration is important. Að fá innblástur er mikilvægt. It's harder for small children to get inspired, but teenagers can be inspired by human beings who've done great things. Það er erfitt fyrir börn að fá innblástur en unglinga geta fengið innblástur jável af fólki sem hafa gert stórkostlega hluti. Or by deeply exploring a person in the Bible they admire. Eða rannsaka vel einhvern persónuleika, einhverja persónu í Biblíunni sem að þau dást að. Every one of us actually also needs a hobby, Og við þurfum öll líka eitthvað áhugamál something to do that gives us a purpose and joy. sem að gefur okkur tilgang og gleði. And God gave Adam and Eve the garden to look after. Guð gaf Adam og Evu garð til þess að passa upp á. So every one of us, Þannig að öll okkar, children, teenagers, adults, börn, unglingar og fullorðnir, need to have a good hobby. þurfa að vera með einhvers konar, hvernig segja maður áttur? Preferably off screen. Já, hobby bara, helst sem er ekki með skjá. Já, tómstund heitir það. When you've had a bad day, Þegar við erum búin að fara í gegnum erfiðan dag, you need something you can do that will totally distract you from your thoughts, þá þarfst að gera eitthvað sem að dregur hugan frá erfiðleikunum. so they don't keep going around and around in your head. Svo þetta sé ekki að hringla þarna inn í hausnum að þér. So if your thoughts are bothering you, do something with gratitude or do some of your hobby. Ef að hugurinn er eitthvað að pirra þig, gerðu þá eitthvað sem er áhugavert og gott sem dregur þig frá þessu. Because they will help to reset your brain and stop you from being so focused on your worries. Þannig hjálpar að þér að koma á einhvers konar þannig að það lægir niður þessar leiðilegu hugsanir. So if you see that your child or teenager is really troubled by something, help them to choose an emotion that will help them to move into a safer place. Þannig að ef að barninu líður illa, hjálpa því að velja sér tilfinningu til þess að komast á betri stað. So, Joy, we can ask children about what was the best thing that happened today, or your teenagers, or Þið getið yourselves, spurt barnið eða unglingi, hvað var það besta sem gerðist í dag? and celebrate those happy moments. Og gleðjast yfir því. Or ask what brings you joy, how can I do more of that for you? Og þá getið líka spurt, hvað getið ég gert til þess að finna meira fyrir þessari gleði? What do you enjoy doing as a family? Hvað finnst þér gaman að gera með fjölskyldunni? Maybe it's going boating or climbing or walking or